Gott kvöld. Vegna óviðráðlegra frídaga nú páskana hefur stöðin ákveðið að fella niður hefðbundna fréttaútsendingu sína. Segðu bara eins og það neituðu allir að vinna. En heldur þess í stað í páskafrí upp fjöll og fyrnindi og til þess að tryggja allt fari vel og siðsamlega fram höfum við fengið Kristján Ólafsson til þess að vera umsjónarmaður þessa þáttar. Gjörðu svo vel, Kristján. Yes, thank you very much, Pete. Thank you very much. Já, góðan dag. Kristján heiti ég Ólafsson. Nú í þessum þætti ætla ég að fara svona yfir það helsta sem hafa byrjað í huga þegar farið inn í fríið, in the fry, eins og þetta er. En þess að dveljum ekki lengur við það, heldur bara leikjum í hann. Take it away, Opie boy! Yes, sir! Ekki óskaplega gott að koma út í náttúruna af og til. Já, það segir þú það. Ég er bara ekki í rónni. Ertu ekki í rónni? Nei, ég er bara ekki í rónni nema... Víst ertu í rónni. En hvað er þetta mannfíla? Ég er ekki í rónni nema ég komast út í náttúruna af og til. Já, ég skil. En þú ert í rónni? Já, ég er það. Já, það er fínt. Áttu nokkuð? Já, komið þið sæl aftur. Kristján heiti ég Ólafsson. Nú, það er auðvitað mörg að hyggja þegar farið í frí, in the fry, og það er býsna margt sem að þarf að taka með sér ef að ferðin á að heppnast vel. Nú, ég gríp hér bara bakpoka og bara handahófi sem að ferðafélagi minn er með sér hérna. Við skulum aðeins kíkja á hvað hann er tekið með sér og hann tekið með sér á nærbussur, tekið með sér nærbussur auðvitað, og bara tekið bánsum á hann, ekki að þessu fyrir og hefða peysur hérna. Ekki vera að þessu. Botilosjón og alls konar svona paddur. Kristján, hættu þessu. Nei, förum aðeins í gegnum. Kristján! Kristján! Hvað nú? Og síðan auðvitað sárabindi og plástur er þetta alveg nauðsynlegt þegar maður ferðast í góðræðinu hópi. Og svo má góða skapið auðvitað ekki gleymast heima. Eigi verður ofsögum sagt af fegur landsins. Æ, mér finnst þetta nú óttalega klísukent eitthvað. Með ólíkindum er hrikaleiki og fallvötnin falla fram, hvítflissandi. Flissandi? Ekki flissa ég nú mikið að þessu. Það er nú frekar lítið gaman að þessu verið að segja. Jú, kannski hefur einhver gaman að þessu landslægi en þetta er nú svona dældir og lautir og hólar og hæðir eitthvað og það er nú búið að gera þetta allt saman áður og mér finnst þetta nú skilja lítið eftir sér, ha? Já, og við ætlum að sjálfsögðu að byrja strax í upphafi ferðar á því að gefa góð ráð því það er auðvitað alveg ómetanlegt að ferðast saman í góðráðinu hópi, ekki satt? Og þá er auðvitað regla nr. 1 og það er að taka lagið saman. Take it away, boy! Á skíðu skemmt ég mér la-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 la þó að ég sé sveit la-la-la-la-la-la-la-la það er alls ekkert slor þegar upp rennur von því að þá fæ ég frí og til fjalla ég smíð og á topp góða grind alls kyns græjur ég bind eins og hindur bundið að fer og fyndin eins og kind á skíðu skemmt ég mér la-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 la bókinn á mér la-la-la-la-la-la-la-la-la. Ja, oppa. Solo provo la testa, provo la testa, Hui. Nej. Kom. Aha. Hej då. Åh. Og góðan dag. Kristján heiti ég Ólafsson, eins og fólk getur nú verið orðið kunnugt um nú þegar. Förum ekki náður um það. Nú í dag þá ætla ég að kynna hérna ýmis atriði varðandi skíðamennsku, the skimanship, það er ekki náður út í það.
Nú eins og allir vita, þá mikið atriði að allur útbúnaður varðandi skíðamennskuna sé í góðu lagi. Og þá fyrst og fremst ég þá kannski að tala skíðabindingar, að það séu traustar og mjög góðar. Nú vill svo skemmtilegt til að ég akkurat í mjög skemmtilegum skíðabindingum eins og sjáu hérna. Og þær koma sérst algjörlega í veg fyrir það að ég renni út í buskann og verði mér að voða og get bara slappað af svona, kemst ekkert alveg brekka framöndan og very nice. Ég verð nú að segja það að mér finnst þetta nú ansi klétt að vera að bíða hér í einhverri biðröð eftir einhverri lyftu sem er svo sjálfsagt ekkert varið í þegar til kemur. Ó, ekki í. Eigi skal ég andæfa þessum fullyrðingum og þykir mér nú skörinn færast upp í bekkinn. Hjá mér sá sem hér talar treður marvaðan í mjöllinni en kemst hvorki lönd né strönd og bíða brunfúsir fætur þess að úr rætist. Mér finnst þetta nú afskaplega langdregið og leiðinlegt, ég verð nú að segja það. Nú, rétt segir þú biðröð þessa. Ég var ekkert að tala biðröðina. Ég var að tala það sem þú varst að segja. Mér fannst það langdregið og leiðinlegt. Mun ég það leggja til að við bregðum búnaði vorum að axlir vorar og örkum upp hlíðina hér. Nú, fyrst þú orðar það svona, þá skal við svo sem láta það eftir þér. En finnst það nú hálfgerð ofurreist. Komdu þá. Já, þá skulum við halda fram að fjalla aðeins skíðaútbúnaðinn. Nú er rétt að taka það fram að skófatnaðurinn skiptir verulega miklu máli. Nú, við skulum líta á nokkra ástæður fyrir því. Eins og þið sjáu hér, þá er alveg afleitt að vera berfættur á skíðum. Nú, og góður sokkar eru auðvitað nauðsynlegir, en duga þó skammt einir og sér, það er alveg ljóst. Nei, þetta er alls ekki nógu gott. Já, þetta er auðvitað alveg út í hött, ég skil bara ekkert í mönnunum að vera að reyna þetta. Já, það er alveg deginum ljósara að við þurfum alveg sérhannaða skíðaskó í þetta. Þetta er typikal skíðskó ef að skíðamennskuna á ganga snurðulega fyrir sig. Já, næst fer ég í það hvernig skíðin eiga að snúa, að fram sé fram. Jú, erum við. Fögur er fjallasýnin og mun nú tíminn til kominn að setja á sig fótabúna þenna og fljúga brekkurnar eins og fuglinn frjál. Iss, ég finnst þetta nú óttalega klétt eitthvað. Einhvern veginn datt mér í hugum myndi segja þetta. Þetta er engin brekka, þetta er eintóm flattneskja og við verðum að fara miklu ofar en þetta. Komdu. Skíðafólk takið eftir, nú er að hefja skíðamessa hér í brekkunni fyrir ofan. Biðjum drottinn að styðja oss á hálum brautum.